Næsti liður, liður 11. Frístundastyrkur. Ungmennaráðsfulltrúi Haukur Arnar Ottosson Pétursson kynnir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir gestir. Nú fyrir stuttu var bæði ungmennaráði og og lýðheilsuráði gert grein fyrir stöðuna á nýtingu frístundastyrknum árið 2023. Útkoman var mjög góð þar sem nýting styrksins var tæplega 84%. Þetta gríðarlega góð nýting og frábær þróun fyrir sveitarfélagið og eigum við gott hrós skilið. En rétt og alltaf hægt að bæta sig. Við viljum því að Akureyrarbær bæti sér sérstaklega fyrir því að allar tómstundir, námskeið og íþróttir sem boðið á sveitarfélaginu sé tekið saman og kynnt fyrir börnum og ungmennum á viðeigandi hátt. Ásamt því að upplýsa börn og ungmenni þær tómstundir og íþróttir sem styrkurinn gengur upp í, enda mikið ákall á börnum og ungmennum í sveitarfélagsins að fá betri kynningu á barnvænu formi og íþrótta og tómstundaframboð í bænum. Takk fyrir mig. Þá hefur Haukur Arnar fulltrúi ungmennaráðs lokið máli sínu og upp í pontu stígur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Takk fyrir það, fundarstjóri og kæra ungmennaráð og bæjarfulltrúar og aðrir góðir gestir og takk Haukur Arnar fyrir þessa góðu ábendingu. Ég nú bara þess fullviss að starfsfólk þjónustu og skipulagssviðs hér taki öllum svona ábendingum mjög svo fagnandi. Ég veit að þau eru alltaf að leita leiða til að bæta þetta upplýsingaflæði til íbúa. Það uppi hugmyndur að betur bæta heimasíðuna og svo framvegis. Ég man eftir umræðu í fræðslu- og lýðheilsuráði að reyna að kynna tómstundir og íþróttir tímanlega. Ég held að umræðan hafi þá snúist svona þessi sumarnámskeið og annað. Þá vorum við alveg örugglega að hugsa foreldra. En ég held að það hefði verið mjög góð ábending hjá þér að hugsa notendunar, hugsa börnin og ungmennin. Og ég held að við ættum að ræða þetta í fræðslu- og lýðheilsuráði og ég er vissum að fulltrúin ykkar þar, Telma Ósk, og hún munið þetta með mér og að formaður Heimir Örn taki líka vel í þessu umræðu. Alveg fullvissum það. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Gunnar Már lokið máli sínu. Orðið opið. Við skulum þá benda okkur yfir í næsta lið.